að setja punktinn aftan við þennan leik og vinda okkur til eiga. Skulum við kíkja aðeins á atvikið í lokin þegar Sveinn Aron og Jóhann fá rautt spjald eða rauð spjöld í fleirtölu. Sáum hana. Þetta var bara eitthvað peysutók. Já, Jóhann vinnur boltan hana af Sveini, tóða svo í treyjuna og svo bara verður allt vitlaust. Það allt og spjaldaglæðir í þessu leik. Það voru ekki allt og marga 2 mínútur. Við ræddum þetta svolítið við Logi bara yfir leikinn og því miður þeir félagarnir, góðir dómarar og allt það og miklir reynslumenn, en þeir áttu virkilega dabran dag og að vera í aðalhlutverki í svona stórleik, það er áhyggjuefni. Þetta er náttúrulega ekki neitt. Þetta er ekkert rautt spjald. Ég skil ekki af hverju þið ræði ekki bara við það. Já, menn verða aðeins að geta síði gegnum fingur sér í lokin á svona leik. Pínu peysutók, aðeins kassi í kassa. Já, þetta er... Þeir ættu að horfa hana leik aftur og aðeins að læra á honum. Þó þessu plus 50. Nei, ég svona... Já, við erum stór orði og lefum svo mig eins og ég... Nei, ég ánægð með þig. Þeir voru að, ég meina, voru ekki bæðilega að fá 9 brottrekstra í leiknum. Þetta er náttúrulega alltaf mikið, sko. Bull. Já, bara ómikið. Handbolti á að vera að spila 7-7. Þó það með ekki allt. Þá skulum við fara til Vestmannaeyja, þar sem var heldur betur háspennuleikur hjá IBVF og Haugum. Ef mér skallast ekki erum við að koma til leiksir í lok venjulegs leiktíma. Haukar búin að skora 2 mörk eða 1 mark í röð þarna eftir að Eyjamenn hefði verið mest 3 mörkum yfir í lokin á venjulegum leiktíma. Janus Daði Smárásson jafnar svo metinn í lok venjulegs leiktíma. Eyjamenn fá lokasóknina. Þetta var að berast okkur yfir hafið. Ekki með Herjólfi, hann var að leggja úr höfn. Eyjamenn eiga lokasóknina í venjulegum leiktíma. Hafa hér pínu stund til að ná þessu. Missa boltan hann einhvern veginn inn í teginn. Elliði nær boltanum upp að línunni en það er dæmt lína á hann. Eyjamenn við það að tryggja sér sigurinn hann í blá lokin á venjulegum leiktíma. Það fá dæmt á sig línu. Þar með var jafnt og því var að framlengja. Við eigum að vera komin með myndir af framlengingunni líka. Sáum þarna Eyjamenn hérna eitthvað að ræða málin við dómaraleiksins. Kári Kristján Kristjánsson fekk rautt spjald. Snemma leiks, þetta eru lokin á framlengingu númer 1. Þarna var mér skattast ekki jafnt og Haukar einu marki yfir og Theodór Sigurbjörnsson jafnar og tryggir Eyjamönnum aðra framlengingu. Sjáum hér Haukarnir bruna fram og Steffen Nielsen ver. Þarna var jafnt aftur og önnur framlenging. Mikil dramatík í lokina á þessum leik. Því miður erum við bara hreinlega ekki ennþá komin með myndir af seinni framlengingunni. En við getum sagt að þar voru það Haukarnir sem voru umtalsvert betri. Komist 3 mörkum yfir og unnu svo með 2 marka mun og það er því 2-0 í þessu einvígi. Það verður erfitt fyrir Eyjamenn að fara á Ásvelli 2-0 undir. Já, þeir eru komin með baki gjörsamlega við vegg. Haukarnir eru bara rútinir að liða. Ég efast að IBVF sé að fara að taka á 3. Ég held ekki. Ég held að IBVF nái ekki að... En náður einum, byrjum á því? Nei, ég stórefaði. Mér skilst á því síðasta sem ég heyrði hérna í stúkunni að Maggi hefði verið að slasast, jafnvel handabrotna. Hann var handabrotin. Hann var brotin á vinstri og virðist hafa fengið meira högg á það. Já, þannig að... Bata kveður á hann. Kári Kristján gæti hugsanlega verið á leiðinni í leikbann. Hann fekk rautt spjald meðan fyrri hálfleikin. Já, það fyrir eftir í hvernig dómararnir meta það brot. En hérna, ég sé ekki Eyjamenn koma tilbaka á Ásvöllum. Ég bara sé það ekki. Ég vil fá krossinn aftur. Ég vil fá koma hríðin aftur. Það er hasar í því, sko. Já, það er svona alvöru rautt spjald, skilur. Það spilar bara einu færið það sem eftir er. En það er búið að fella það út. Það þótt ekki nósnið. Akkurat það. Þá vitum við það. Haukar unnu í Eyjum eru 2-0 yfir. Valsmenn unnu hér. Þar er staðan 1-1. Við verðum ekki á morgun. Það er engin leikur í úrslitakeppninni á morgun. Við höldum áfram á miðvikudaginn með leik 3 hjá Íslandsmeisturum Gróttu og Fram á Seltjarnarnesi klukkan 19:30 á RÚV 2. Bjarki og Logi, þakka ykkur kærlega fyrir komin á áhorfendur, ykkur fyrir að horfa. Sjá þetta miðvikudaginn. Verið sæl.